Hvað að gerast á Suðurlandi? Send okkur línu á 963@963.is Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963. Já, takk fyrir það, auglýsingar að baki hér á Suðurland FM. Það er föstudagur í dag, 7. mars og á morgun þá allar leikfélag Hveragerðis að frumsýna ansi skemmtilegt leikrit sem heitir 1+N og ég segi ekki orð við Jónatan. Og það eru konin góði gestir í stúdíó, Hrefna Ósk og Elín Rönn og Davíð Mikkelsen. Hæ. Hæ. Hvað segir þið? Bara nokkuð gott. Það er allt fínt. Þetta leikrit 1+N og ég segi ekki orð við Jónatan, þetta er nú ekkert stiðsti titill sem ég hef heyrt. Hvaðan kemur þetta leikrit, Davíð, ef þú byrjar bara? Nú man ég ekki alveg hvað höfundurinn heitir. En þetta bara dúkaði upp á borð hjá okkur hjá leikstjórunum, Ingrid Jónsdóttur. En þetta er tekið út úr stærra leikriti sem heitir Boeing Boeing. Og teknirinn er bara bestu kallbændir úr þessu leikriti og svoði saman í eitt handrit. The Best Of. The Best Of. Já. Og þó að titillin er langur eins og þú segir, sko, þá er verkirinn ekki svo langt sjálft. Nei. Þannig að við erum búin að vinna svolítið með þetta handrit, við erum búin að lengja það, við erum búin að bæta vel inn í það lögum og atriðum. Og náttúrulega bara, eins og ég segi, bara improvisa bara eins og hægt er. Já. Þitt hlutverk í leikritinu? Er þau Róbert Kvennabúsi? Já. Svolítið svona, já, svolítið ólíkt því sem ég kannski tekið að mér áður. Já. Já, það fer þér? Eða hvað? Þetta er frekar ólíkt mér. Já, er það? Já. Ekki mikill kvennaljómi. Lígur því. Æ, ok. Þetta er hljómar allavega skemmtilegt hlutverk. Já, það er það og vinna móti þessu fólki sem ég er að vinna með þarna er bara stórkostlegt. Það er gaman að sjá hvað systurnar eru að springa út. Já, Hrefna og Elín, þeir eru nú búin að vera svolítið viðlóðin leikhúsið í Hveragerði. Já. Búin að vera mörg ár, eða hversu lengi, Hrefna? Byrjaði 2010 og búin að vera svolítið síðan þá. Já, glæsilegt. Og ykkar hlutverk í þessu leikriti? Já, við leikum sem sagt Flugfreyr, kæristur hans Jónatans. Já. Og svo kemur Róbert og fyrir eitthvað halda við þær. Skemmir allt fyrir Jónatan. Já, nákvæmlega. Leikriti sjálft. Hvað, ég nú aðeins búin að lesa þetta, Jónatan býr hérna með 3 flugfreyjum. Hvernig leikrit er þetta? Þetta er farsi, alveg bara bestu sort og þetta er náttúrulega bara eins og fólk veit flest er náttúrulega bara Jónatan býr með 3 flugfreyjum, enginn veit að hvað hann er. Og hann er með heimilishjálpina Dísu sem að hendist fram og tilbaka við það að reyna að sopa upp skítin eftir hann, bara eins og hægt er og er náttúrulega orðið svolítið taugatrekt og hvað maður að segja, hún er náttúrulega bara stjórnarkallinum þannig lagað og svo vandast náttúrulega málið þegar Róbert labbar inn og það er að fá að gista í nokkra daga og það er svona einhvern megin eins og sést bara í leikritinu sjálfu þó ég segi nú kannski ekki beint frá því sjálfu þá rugglast það svona nokkurn veginn á Jónatan og Róbert þó það segi nú eigi nú kannski ekki vera hægt því að ég er náttúrulega á 40-saldri og Hjörtur á 60-saldri. Já. Nákvæmlega. Það er með Hjörtur sem að leikur Jónatan. Já, Hjörtur Benediktsson. Já. Elín, hvernig leggst Flugfreyju hlutverk í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Þetta er nú mjög ólíkt því sem ég hef verið að gera en þetta er bara skemmtilegt verkefni. Og lofar góðu. Já. Hvenær byrjuðu þið að æfa fyrir þetta? Bara snemma janúar. 7. janúar held ég við höfum hist fyrst. Já. Ná, það er ekki langur tími. Hefður nú eiginlega máttur að stytta það er náttúrulega veðrið er náttúrulega búið að setja rosalega strik í reikningin fyrir þetta. Já, segðu. Og það er náttúrulega leikstúrinn búin að vera veðurteftur í Reykjavík alveg hægri vinstri. Við getum tekið heilan klukkutíma í bara veðrið. Bara veðrið, sko. Þetta er svolítið magnað. Hvað eru margir sem koma að þessu hlutverki, Hrefna? Já, leikritinu segi ég. Að leikritinu? Það eru 6 leikarar og svo eru hvað margir? Aran grúa fólki, sko. Fullt af fólki. Náttúrulega heilmargir sem koma. Alveg heilmargir, ef ég á að segja eitthvað, ekki einhver 15 manns kannski. Já. En á sviði eru þið... Já, á sviði eru við bara 6. Já, nákvæmlega. Og hverjir eru þarna fyrir utan ykkur? Það er Hrafnhildur Fólk. Hún leikur Dísu, heimilishjálpina. Já. Og Irma Lín. Já. Hún er sem sagt að stíga á svið í fyrsta skipti
og ég verð nú eiginlega bara að segja að það er bara ótrúlegt hún skuli aldrei nokkuð tíma að stíga sviðið þessi stelpa fyrir áður stendur sér alveg stórkostlega Hún er með hæfileika alveg óbúslega, þetta er bara náttúrutalent Glæsilegt Hún er meira þess að með færeyskan hreim og allt. Já Syngur og það er ekki auðvelt að fara með hreim í gegnum heilt leikrit Nei, það er alveg á hreinu Þótt að Hreimur sé nú ágætis maður Já, hreimur er fín En hún leikur þá flugfreyju Hún leikur flugfreyju, já Þriðju flugfreyjuna Herdísi, hvað Egilsen er það ekki? Herdís Rasmussen Herdís Rasmussen Rasmussen Já Og það er frumsýning á morgun Já. Klukkan 8 Allt tilbúið Já Vonandi. Þú nefndir hérna á hana að það eru lög og það er sungið í þessu leikrit Já, það er sungin alveg er ekki hátt í 4 lög held ég Jú Já Eru þið að syngja stelpur? Nei. Já, það er bara svona eitthvað pínu Eitthvað svona smá En Davíð? Nei, ég setti þá hæfileika yfir í Sindra bróður Já, nákvæmlega En hver er þá að sjá að syngja þarna? Það er Hjörtur og Hrafnhildur og Irma með sitt Hjörtur tekur þetta 2 lög Já Hjörtur sem leikur Jónatan Hjörtur Ben Gamli Já, vel þekktur þessi maður Já, nákvæmlega Leikfélagið í Hveragerðistelpur það er búið að vera mikill uppgangur í þessu félagi og er ekki bara framtíði björt Jú, það held ég. Hvað með ykkur? Ætlið þið að leggja þetta fyrir ykkur bara? Já, mér langar að gera það Mér líka. Mér langar að fara eitthvað út í skóla og læra. Já Þá bara skottast í flugfreyjubúningin og ferð út Já. Það er ekkert flókið Nei. Þetta er glæsilegt Hvenær er á morgun? Klukkan hvað? Við ætlum að sýna klukkan 8 vonandi fyrir fullu húsi Já og það er ég held að sé alveg örglega einhverju meðar jafnvel eftir á frumsýningu þannig að það er bara að gera fyrir fólk að og það er þá hægt að finna upplýsingarina á Facebook síðu leikfélags Hveragerðis Þetta er ekkert flókið Það kom hérna umfjöllin á MBL í Morgunblaðinu Já leikritið, ég er nú ekki búinn að rýna neitt í það en það allavega það sem að ég sé það þá lofar það bara góðu Já, þetta var nokkuð góð klausa þarna og reynda tekin og fullt af myndum hérna við sýndum sem sagt alveg 2-3 atrið alveg út í gegn sko og svo kom í rauninni bara hópmynd af okkur og ein mynd á honum hirti Já og hérna fína mynd hérna Já í appelsínugula jakkanum eða hvað er þetta? Hann kemur í jökkum í öllum litum Þetta er nú ekki einu jakki sem hann notar Þetta er stórskemmtilegt, frábær mynd af ykkur hérna En Hrefna, Elín og Davíð gangi ykkur vel og takk fyrir spjallið Já, takk fyrir